Bók mánaðarins hjá bókaklúbbi Spursmála Kúbudeilan 1962 eftir Max Hastings og ástæða þess að við tökum þessa bók fyrir að þessu sinni einfallega sú að þessir miklu atburðir sem að leiddu nánast til tortímingar heimsins eiga sér ákveðnar hliðstæður í atburðum sem að eiga sér stað núna í Rússlandi, í samskiptum Bandaríkjanna og Kína og svo fyrir botni Miðjarðarhafs. Ég settist á dögunum niður með Magnúsi Þór Hafsteinsinni sem að þýddi bókina og hann hefur reyndar þýtt fleiri bækur eftir þennan magnaða breska sakfræðing og við ræddum efni hennar og innihald og fórum reyndar yfir bækurnar hinnar tvær, það er að segja Vítisloga sem að fjalla seinni heimsstyrjöldina og Kóreustríðið 1950 til 53. Þetta var athyglisvert spjall. Þessi draugar enn á sveimi, skilur við, eins og Norður Kórea, sko. Þeir konur í Úkraínu allt í henni. Ég meina, það ekkert hægt að una því. En núna að Pútín að hrósa þeim, sko, nú snúa aftur heim, sko, fullir sjálfstrausts og hvað dettur þeim í hug næst, sko. Já. Ég meina, það norðurkóreskur her að murka líftjón úr Evrópumönnum. Já. Það nú þetta að segja manni þetta tvisvar. Sko, Rússland á landamæri að Norður-Kóreu. Það ekki allir sem vita það. Við erum sestir niður hér við Magnús Þór Hafsteinsson, útgerðarmaður og bókamaður fyrir alþingismaður, ekki síst út á Kúbudeilunni, bók sem við ætlum að taka fyrir núna í bókaklúbbi Spursmála. Við ætlum að ræða efni hennar og innihald en líka þessara tveggja bóka annara eftir Max Hastings því að þú hefur á síðustu árum, leyfi ég mér að segja, lyft grettistaki í þýðingu á verkum Max Hastings. Þetta ekki grettistak? Jú, ég leyni því ekkert. Þetta grettistak. Ég ekkert að hrósa sjálfum mér þó ég noti það hugtak. Það bara svoleiðis. Þetta mikið af vöxtum. Þetta fyrsta bókin Vítislogar var rétt tæpar 1000 síður og hinnar eitthvað í kringum 600 síður maður rétt, sko. Já. Þetta kemur allt út á 3 árum. Vítislogarnir sem orðin klassíker á heimsvísu seinni heimsstyrjöldina. Já. Og svo Kóreustríðið sem geisaði frá 50 til 53. Já. Hvað veldur því að þú tekst á hendur þetta verkefni? Af hverju sestu niður yfir þessum 1000 síðna doðrandum seinna stríðið og kemur þessu íslensku? Það vegna þess að ég til að þetta ég erindi við almenning, við þjóðina. Ég las þessa bók á sínum tíma og hreifst af henni og byrjaði eiginlega bara að þýða hana svona næstu því að sjálfu sér. Vegna þess að mér fannst að það þyrfti að koma út svona verk á íslensku, bindisverk sögu seinni heimsstyrjaldar. Ég hafði áður skrifað bækur skipalestasiglingarnar og sjóhernaðar átök í kringum Ísland á árum seinni heimsstyrjaldar, Dauðanandi umshafi, Návígi á norðurslóðum og 2 aðrar minni bækur til viðbótar. Þannig að ég hef alltaf haft áhuga á þessu. Ég hef náttúrulega alltaf haft áhuga líka á þjóðfélagsmálum, stjórnmálum og nú á þessum tímum þar sem eru miklar viðsjár í heiminum þá þótti mér einsýnt að það þyrfti að bera þetta á borð hérna heima á Íslandi. Og Vítislogar eins og þú nefndir áðan náttúrulega orðin sígild bók. Hún kemur fyrst út í Bretlandi 2011, hefur komið út á fjölmörgum tungumálum og hún lýsir mjög vel því hversu hræðilegar styrjaldir geta verið. Og mér finnst mjög mikilvægt að við megum ekki gleyma því. Núna eru liðin 80 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fólki hættir oft til að gleyma. Það var líka að tala það fyrir heimsstyrjöldin braust út á sínum tíma að þá voru líka liðin 80 ár frá því að Vestur-Evrópa hafði síðast haft reynslu af stríði og fólk var kannski búið að gleyma því hvað þetta miklar hörmungar. Ég held að það sé mikilvægur þáttur í því að varðveita friðinn sé einmitt það að við höldum við þessari þekkingu og þessari vissu og vitneskju það hvað svona atburðir eru hryllilegir. Við höfum svo aftur fengið að sjá þetta núna í Úkraínu og líka náttúrulega í Palestínu að þetta eru skelfilegir atburðir. Já. Max Hastings, þetta mikill karakter, blaðamaður, stríðsfréttaritari eins og við myndum kallað á íslensku. Hann búinn að fara allan heim, hann hefur verið á vígaslóðum og hann hefur hitt í gegnum tíðina marga af þeim einstaklingum sem að þarna eru til umfjöllunar. Saga hans nær svo langt aftur. Já, hún nær það langt aftur. Hann verður 8 á næsta ári og hann hefur á sínum ferli hitt mjög marga. Hann hefur verið
á mörgum af þessum vígvöllum. Hann var til dæmis í Vietnam og í Kambódíu, Angóla, fyrir botni Miðjarðarhafs, í Falklandseyjastríðinu. Og hann hefur hitt á sínu ferli mjög marga, bæði stjórnmálamenn og hermenn og almenna borgara. Og virðist hafa notað tímann mjög vel til að tala við þetta fólk, taka viðtöl við þetta fólk, afla heimilda. Og eftir hann fór á eftirlaun eða hætti störfum sínum sem ritstjóri, var síðast ritstjóri á 2 stórblöðum í Bretlandi, að þá hefur hann einbeitt sér að skrifum og skrifa þá mikið hernaðarsögu, líka aðrar bækur, og ég hef það líka eftir hann núna einir 30 titlar og hann enn að á fullu. Enn að skrifa? Já. En hann hefur svona verið að vinna úr öllum þessum efni við og úr sinni reynslu og þeirri þekkingu sem hann aflaði sér þegar hann var stríðsfréttaritari. Eitt nýjasta verkið Kúbudeilan sem við erum að taka fyrir og það kann að vera að fólk spyrja af hverju Kúbudeilan umfram aðra bækur, til dæmis að þessum 3 sem hafa komið út. En ég verð að segja þegar að ég las þessa bók að þá fannst mér hún hafa óhuggulega skírskotun til bara þeirra atburða sem við erum að upplifa í dag. Það sem að brjálaðir menn eiga í samskiptum og ekki samskiptum og heimurinn af þeim völdum á heljarþröm. Já. Þetta rétt metið eða fer ég við? Já, ekki bara brjálaðir menn, heldur líka mjög vel gefnir menn og mjög hæfir stjórnendur og stjórnmálamenn sem þeir náttúrulega voru, enginn þeirra var gallalaus, ekki frekar en í dag. En Kúbudeilan til dæmis, það sem mér finnst áhugaverð til Kúbudeiluna það hvernig menn fóru þar að því að leysa úr þessum vanda sem þeir stóðu frammi fyrir. Bandaríkjaforseti þá, John F. Kennedy og hans helstu samstarfsmenn og ráðgjafar og síðan Rússarnir, Sovétmenn, það reyndist mögulegt að tala við þá og menn gátu samið sig út úr þessu vanda. Þeir gátu unnið tíma, John F. Kennedy stjórnaði þessu mjög vel og við stöndum með mikil þakkarskuld við hann í dag. Það var alltaf heljarþröm þessa daga. Það gaf margt farið úrskeiðis og mjög margt sem gat hleypt öllu í bál og brand. Menn teldu þarna alveg á tæpasta vað og það voru Sovétmenn sem áttu upphafið af því í raun og veru og Bandaríkjamenn hefðu kannski líka á vissan hátt svona búið til jarðveg fyrir þetta með svínaflóinnrásinni til dæmis í Kúbu og svona hótunum það að steypa stjórnvöldum þar. Náttúrulega stóð ógn af kommunismannum og þetta átti sér náttúrulega allt saman forsögu sem til dæmis kemur síðan fram í Kóreustríðinu og svo aftur í vítislögum þegar kommunismin að breiðast út heiminn og vestræn ríki eru mjög á varðbergi og líta til þess sem að gerast með svona miklum ótta og áhyggjum. Ég meina, Sovétríkin standa mjög sterk eftir seinni heimsstyrjöld og hafa breytt úr sér, eru sigurvegari þar, síðan fellur Kína og svo fellur Kúba. Norður Kórea kemur inn á borðið í Kóreustríðinu. Kúba náttúrulega við minni Mexíkóflóa eða Ameríkóflóa eins og Trump segir, undir kviðnum á Bandaríkjunum. Og það náttúrulega, mönnum leist ekkert á blikuna. Menn óttuðust að þetta myndi síðan breiðast út til Suður-Ameríku og Mið-Ameríku og svona þetta alræðisvald sem felst í kommunismannum, þessi hugmyndafræði, þetta hugmyndakerfi. Þannig að já, þetta allt saman mjög mikil og sterk saga og það mjög margt sem við getum lært af allir þessari sögu og þetta hefur mikla skírskotun allt saman inn í nútíman. Þetta oft ákvarðanir einstaklinga, ákvarðanir sem eru teknar á skamri stundu sem að móta í raun alla þá heimsmynd sem við þekkjum í dag. Já. Kennedy hefði auðveldlega getað farið að ráðum sérstaklega yfirmann flughersins og hafið innrás á Kúbu. Já. Douglas MacArthur siglir flotanum og kemur í veg fyrir að Mao og hans félagar nái formhúsu. Já. Þetta oft bara augnabliks ákvarðanir. Og MacArthur vildi var byrjaður undirbúning að því að útvega kjarnorkusprengju til að varpa á Kína. Og þar voru menn og öðrum þræði með það í huga að reyna að steypast kommunistastjórnin í Kína sem var nýkomin til valda 49, bara 2 árum áður en Kóreustríðið nær hámarki. Já. Það voru alls konar svona hlutir sem voru í gangi í Kúbu, þar vildu menn bara gera innrás, bara gera út þetta. Þegar þeir uppgötvuðu það að Sovétmenn væru búin að koma upp kjarnorkuflaugum á Kúbu.
að þá vildu menn, og það var hafinn undirbúningur að innrás á Kúbu, það var hafinn liðsafnaður í Bandaríkjunum, á Austurströnd Bandaríkjanna og Flórídaskaga til að gera innrás hreinlega og steypa Castro og félögum hans á stóli, og það voru mjög sterk öfl í Bandaríkjunum sem vildu gera þetta. Klára málið, já, en menn vissu ekki, menn vissu það bara síðar, að menn voru, Rússarnir á Kúbu voru með kjarnorkuvopn á Kúbu, þeir voru með svo kölluð taktísk kjarnorkuvopn, minni kjarnorkusprengjur, heraflinn þar. Ef Bandaríkjamenn höfðu ráðist inn í Kúbu og rússneski heraflinn eða sovjeski heraflinn sem var þar staddur hefði síðan lent í mikilli nauðvörn og þetta berjast upp á líf og dauða, herforingjarnir þar hefðu auðvitað getað notað þessi vopn. Menn eru oft, og þetta svona þess að menn eru oft að taka ákvarðanir með mjög takmarkaðar og jafnvel rangar upplýsingar. Já. Það það sem að maður velti fyrir sér með stöðun í dag, geta menn tekið í einhvers konar óðagoti. Auðveldlega. Sjáum bara í 7. október, innrásina í Ísrael frá Gaza. Já. Þar brugðust leyniþjónustur. Það kom mönnum alveg í opna skjöldu. Það var svona svokallað svartur svanur, eitthvað sem enginn gat ímyndað sér að myndi gera, sem gerðist samt. Og herinn lengi að bregðast við. Já, lengi að bregðast við og þetta endar allt með skelfingu. Nú, fleiri dæmi mætti kannski nefna. Úkrænustríðið, það voru mjög margir sem sagðu það alveg fram á síðustu stundu að Rússar myndu aldrei gera innrás í Úkraínu. Hvað gerðist? Og svo voru menn sannfærðir að kænugarður myndi falla á 3 dögum fyrst að þau lögðu af stað upp í þennan leiðangur. Já, við lögðu af stað í þennan leiðangur. Það er alls konar, það er mjög margir óvissu þættir og það er það sem maður hefur mestar áhyggjur af í svona ástandi eins og við núna, er að það gerist eitthvað óvænt sem hleypi öll í bál og brand, þó að menn vilji í raun og veru kannski ekki endilega að það verði, eins og í Kúbudeilinni. Sko, Kennedy vildi ekki stríð, Khrushchev vildi heldur ekki stríð, Sovjetnir vildi ekki stríð. En þetta gat auðvitað orðið stríð vegna þess að menn voru hreinlega að byrja að kasta fjöregginn á milli sín og einhver gat bara mistað frá sér og brotið það. Já, og ólík sjónarmið sem að svona tókust á? Já, ólík sjónarmið sem tókust á og ólík hugmyndakerfi og valdabarátta og líka sko svo bara mannlegir þættir eins og bara hvatvísi, til dæmis eins og í Khrushchev, hvernig hann hegðaði sér náttúrulega með mjög óábyrgum hætti. Og var svona gjarn á að rífa kjaft ef svo má segja og vera svona stóryrtur og taka mikið upp í sig þó stæði kannski ekki alltaf jafn mikið inn á bakvið þegar á reyndi eins og til dæmis í Kúbudeilinni. En sem betur fer, bæði í Kúbudeilinni og líka í Kóreustríðinu, þá voru til staðar menn, hæfir stjórnmálamenn, góðir stjórnmálamenn og þeir voru með góða menn í kringu sig, gott lið í kringu sig, menn sem voru vel lesnir og vel gefnir og gátu leyst úr þessum flækjum þannig að áður en þetta fór allt á versta veg. Þarf fólk að lesa þessar bækur til að skilja heiminn eins og hann er í dag? Ekki spurning. Þetta eru bækur sem allir ættu að lesa og einmitt til að sko reyna að læra af þeim, læra af þessari sögu og svona hugsa með sér leið og eru lesnar hvaða skírskotun við höfum inn í nútíman varðandi það hvernig þessir hlutir hófust og hvernig þróunin varð, hvernig menn leystu síðan úr málunum. Eins og í Kóreu, sko nú er verið að tala frið í Úkraínu, friðarumleitanir, friðarviðræður. Það tók 2 ár að ná vopnahléi í Kóreu, 2 ár. Og þar er að takast á líka, og ég verið að hugleiða þetta aðeins sko, sem sagt svona einræðiskerfi annars vegar, eins og við sjáum kannski núna í Rússlandi, og síðan vestræn stjórnvöld, lýðræðisstjórnvöld. Sko einræðiskerfin, þau vita það mjög vel að þolinmæðin er mjög takmörkuð hjá Vesturlandabúum í vestrænum lýðræðisríkjum. Úthaldið er lítið? Nei, úthaldið er lítið vegna þess að það er alltaf kosningar. Stjórnmálin þurfa alltaf að hafa kosningar í huga, þeir þurfa að endurnýja sitt umboð, þeir þurfa að skila árangri og sýna fram á þeir þeim hafi tekist að til dæmis að ná friði eða sæfja vopnahlé, þeir hafa takmarkaðan tíma. En er ekki líka þetta fullyrða að virðingin fyrir mannslífum er mjög mismunandi eftir hvort þú sért í afræðiskerfi eða lýðræðisríkjum? Já, það er líka, sko í lýðræðisríkjum, þau þola mjög illa manntjón, sem sagt kjósendur. Þeir vilja ekkert horfa upp á það að þeirra synir séu að koma heim aftur úr einhverjum átökum, annarkvort í líkkistum eða kriplingar fyrir lífstíð, skilur.
í einræðisríkjum, til dæmis eins og í Rússlandi, það eins og það til dæmis ekki áhrif á þá þó þeir hafa orðið fyrir miklu manntjóni í Úkraínu. Virðist ekki hreyfa við þeim? Nei, þeir eru náttúrulega illu vanir, sem að segja. Þeir töpuðu 27 milljónum manns Sovétríkin samanlagt í seinni heimsstyrjöldinni. Og þannig að, já, það er alls konar svona hlutir sem er mjög áhugavert að velta fyrir sér. Svona í ljósi þess sem er að gerast núna í nútímanum. Og svo eins og við segja aftur, enn og aftur, hvað það skiptir miklu máli að vera með góða, hæfa stjórnmálamenn sem vita hvað er að gera, vita sínu viti, kunna söguna. Þetta eru bækur sem allir stjórnmálamenn ættu náttúrulega sjálfsögðu, þetta ættu að vera skylduefni fyrir alla stjórnmálamenn. Að lesa þessar bækur og ráðgjafa þeirra og embættismenn og alla aðra. Kennedy-bræðurnir voru þetta mjög vel að sér. Þeir voru mjög vel að sér og John F. Kennedy var náttúrulega, ég hef met hann mjög mikils, hann var engin kjáni. Hann var brilljant og alveg skelfilegt að missa hann bara 46 ára gamlan. Já, hann var ekki nema rétt rúma 1000 dag í embætti. Nei. Max Hastings, þú segir hann er ekki hættur, en það liggja eftir hann nú þegar bækur í þessum anda Falklandseyjastríðið, Víetnamstríðið sem að mótaði auðvitað sögu 20. aldar og svo fyrri heimsstyrjöldin sem er auðvitað þessi stóra styrjöld sem að enn eimir af í Evrópu. Já. Eigum við vona því að þessar bækur líti dagsins ljós á okkar ástkæra ylhýra móðurmáli? Já, ef ég fæ einhverju ráðið, já, ég er alveg til í og mér langar til að þýða fleiri bækur eftir Max Hastings, mér langar til að þýða bókina aðdragandann eða upphaf fyrir heimsstyrjaldarinnar, það er mjög mikilvæg saga. Bókina Víetnamstríðið sem náttúrulega margir muna eftir og hafði mikil áhrif á stjórnmálin á Vesturlöndum og bara hér heim á Íslandi og annar staðar. Og síðan er bókin Falklandseyjastríðið. Max Hastings, hann sigldi með breska flótanum suður höfin og var með þeim í þessum átökum og fyrsti fréttamaðurinn, blaðamaðurinn og fyrsti einstaklingurinn sem gekk inn í Port Stanley, höfðustað Falklandseyja eftir að Argentínumenn gáfust upp. Eftir að borginni frelsis? Já, og hann skrifaði líka bók sögu þeirra styrjaldar. Já, ég vona það innilega að það komi út og það þarf að segja allar þessa sögu. Þetta þarf að vera til á íslensku. Þetta þarf að vera til í okkar sagnabanka, sem að segja, á íslensku máli. Mér finnst það skipta miklu máli og mér finnst það kemur út allt og lítið af svona bókum hér á landi, finnst mér. Það vantar sannlega. Já. En eitt af því sem maður tekur líka eftir þegar maður les þessar bækur, eða mig grunar að þú sért að móta tungutak okkar hernaðarfræði og ýmislegt af því sem er okkur svona fremur ókunnugt í landi sem ekki hefur her. Hér er engin stórfylki eða marskálkar eða hvað allt er kallað. Já, ég er allavega að svona grafa þetta fram. Þetta hefur verið svolítið svona, maður svolítið þetta liggi yfir þessu einmitt, eins og þú nefnir. Við Íslendingar, við erum svo gæfusum að við höfum litla hernaðarhefð hér á landi og svona ýmis konar hernaðarhugtök eru svolítið framandi í íslenskri tungu. Þannig að ég hef svona þurft að leita að þessu og grafa þetta upp og finna þessu stað. En ég held að það hafi nú svona tekist nokkurn veginn, sko. Já, ég vona það allavega. Við skulum vona að það standist. Ég fyrir mína parta held að svo sé og hlakka til að sjá fleiri bækur úr smiðju Hastings og þín á næstu árum og það verður líka gaman að sjá í þessu nýja klúbbu okkar hvernig viðtökurnar verða við bókinu Kúbudeiluna. Hún einhvern veginn eins og Hastings nefnir reyndar í inngangi talar inn í aðstæðurnar, ekki síst í Úkraínu og Rússlandi þessa dagana. Já, ekki spurning og ég vil líka þá nota líka tækifæri til að þakka útgefandanum Jakobi Ástjörssyni fyrir það að hafa staðið þessu, hann hefur gert það mjög myndarlega. Þetta eru vandaðar bækur. Bókafélagið Ugla. Þetta eru vandaðar bækur í prentaðar á góðan pappír og í fallegu bandi og hann hefur mikið metnað til að halda þessu áfram, ég veit það, þannig að við þurfum bara að ákveða næstu skref. Þessum þakkarorðum í hans garð fylgir hvatning úr þessum ranni að þið haldið þessu áfram. Takk fyrir. Takk fyrir samtalið, Magnús. Sækjaði. Bók mánaðarins, Kúbudeilan 1962, afskaplega áhugavert rit. Við ætlum að halda áfram með umfjöllun þessa áhugaverðu bók og það ætlum við meðal annars að gera á vinnustofu Kjarvals þann 4. júní næstkomandi klukkan 8. Þá ætlar Björn Bjarnason fyrrum dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra og sérfræðingur í hernaðar- og varnarmálum að setjast niður með mér og ræða bók Hastings og hvað hún er að segja okkur inn í samtíman í dag.
Björn man þessa deilu persónulega auðvitað sem ungur maður og það verður mjög fróðlegt að heyra ofan í hann hvað honum finnst auðvitað bókina og hvað hún að kenna okkur í dag. Bókaklúbbur Spursmála, hann í samstarfi við 4 mjög öflug fyrirtæki, Keresis, Pennan, Samsung og Brim. Án þeirra stuðnings væri okkur ekki kleift að halda úti þessu skemmtilega starfi sem þér og öðrum klúbbmeðlimum að kostnaðarlausu.